Node.js verkfangur eða plattform sem við notum til þess að smíða hröð og skaraleg netforrit, en þau lýsa sér á síðunni sinni sem atburðardrifið, ekki blokkandi I/O eða input-output model sem gerir það létt og skilvirkt fyrir rauntímaforrit sem meðhöndla mikil gögn yfir dreifð kerfi. Við munum sjá aðeins í þessari yfirferð hvað það þýðir og með notkun á Node.js hvernig það virkar í praxis. Og við getum notað Node.js til að búa til alls konar forrit, bæði bakendaforrit, command line forrit eða command line interface forrit, CLI, vefþjónustur og fleira. Node.js samt sem áður ekki forritunarmál, það þessi plattform. Það notar JavaScript forritunarmálið í gegnum WAF8 og það þessi samlegar áhrif sem við fáum með því að geta skrifað forrit í bakenda og framenda með einu og sama forritunarmálinu sem getur heillað. Og það oft talað það að fólk sé annað frontend eða backend eftir því hvort það betra í að skrifa, en ef það að skrifa fyrir bæði frontend og backend oft kallað full stack. En þetta samt sem ekki sama keisluumhverfið. Það að segja, Node.js keyrir á backenda oftast og á framenda keyrir við JavaScript í vafra eins og Chrome eða Firefox og nota sömu forritunarumhverfin en ekki sama keisluumhverfið. Þetta þessi plattform og þetta þýðir að þetta ekki framework eins og til dæmis Rails fyrir Ruby eða Django fyrir Python, en getur verið notað til að búa þannig til. WAF8 open source JavaScript-vél sem hönnuð af Google og viðhaldið og notuð í Chrome-vafranum og hún útfærir sér bæði ECMAScript staðalinn sem þá fyrir JavaScript og stuðning fyrir WebAssembly. Það sem þessi WAF8-vél gerir að þýða JavaScript yfir í vélamál áður en að það keyrt með svona just-in-time compilation í staðinn fyrir að túlka það beint eins og yfirleitt talað að JavaScript hafi túlk. Og þarna notaðar ýmsar bestunaraðferðir og það sem þetta gerir í raun að leyfa JavaScript að keyra mjög hratt. Og það var þessi stóri hlutur sem var til þess að Node og var valið á sínum tíma af Ryan Dahl sem bjó til Node.js var að WAF8 var gefið open source út og gat keyrt JavaScript margfalt hraðar en áður hafði sést. Og það sem í raun gert í Node.js að þetta WAF8 notað og kraftur þess beislaður með því að skrifa lag ofan á vélina og Node.js reynir síðan að halda sinni virkni tiltölulega einfaldri, ekki gera of mikið, ekki hafa útfærslu fyrir marga hluti, en hafa aðgerðir fyrir skráarkerfi, fyrir networking, til að geta gert á opna bæði TCP/IP tengingar eða gert HTTP requestur, gert köll inn í stýrikerfið, hvort sem það á Windows eða Linux eða Mac og nokkra aðra hluti. En síðan hefur það stórt pakkakerfi sem með NPM sem styður við þetta og bætir það við þessari virkni sem ekki útfærð í þessum kjarna Node.js, heldur í raun communityinu leyft að útfæra það sem þarf að útfæra. Það útgáfur af Node.js tiltölulega örar og þetta hefur verið mikið var á sínum tíma mikið umræðinni hversu hægt þetta var og það var til fork af Node.js sem heit IO.js sem í raun var að ýta undir það að fá hraðari breytingar inn og eftir að það gerðist og það project mergeaði aftur inn í Node.js þá hefur takturinn verið nokkuð góður og útgáfustrategían þannig að jafnar tölur í útgáfunúmeri gefa til kynna stöðu á útgáfu. Það að segja að API og virknin sem til staðar í þeirri útgáfu mun ekki breytast, en fyrir 8 tölu útgáfur þá það útgáfa sem í þróun og þar ný virkni sem gæti breyst. Það sem verið að prófa nýja APIs eða eitthvað sem síðan stabilisera og vera gefnir út í næstu jafntölu útgáfu. Þannig jafntölu útgáfurnar það sem við notum í production, keisluumhverfi fyrir verkefnin okkar, en 8 tölu útgáfurnar það sem við notum ef við í raun mjög spenntir að prófa einhverja nýja virkni og viljum sjá hvernig hún virkar í framtíðinni. Þegar þetta tekið upp þá núverandi stöðuga útgáfa sem líka í raun LTS útgáfa
Það er að segja að hún fer undir Long Term Support Plan hjá Node.js Foundation og það er útgáfa 16 og meðan útgáfa 17 er í vinnslu og er óstöðug. Nýjustu útgáfurnar af Node.js frá með útgáfu 10 eða 12 hafa haft mjög háa og mikinn stuðning við ECMAScript staðalinn, þá sérstaklega þá ECMAScript 6 eða ECMAScript 2015. Það eina sem vantar er viljandi ekki útfærð hala-endurkvæmni, en í nýrri útgáfum hefa líka allir ECMAScript staðlar sem eftir þessar 6 útgáfu fóru að heita bara eftir árinu sem þær eru staðlar á, er að útfæra allt það sem kom á árunum 2016 til 2021 að mestu leyti og jafnvel að einhverju leyti það sem er að koma núna í ECMAScript 2022. Það þýðir að við getum þá nota alla þessa virkni án þess að vera með transpiler á server og transpiler er þá eins og Babel sem að leyfir okkur að nota virkni sem er stöðluð en ekki útgefin áður en hún kemur með því að taka þennan kóða og þýða úr kóða í kóða sem að keyrir þá. En við getum sleppt þessu skrefi og getum verið að nota alla nýjustu virkni í JavaScript forritunarmálinu í Node. En uppsetning fer þannig fram að við sækjum og setjum upp fyrir Linux, Mac eða Windows og við getum sótt á nodejs.org sem er þá síða Node.js Foundation sem að sér og heldur utan Node.js þróunina. Við fáum með þessu NPM, en ef við erum til dæmis á Mac eða Linux þá er mjög gott að nota pakkakerfi eins og APK eða Brew til þess að sækja þessa pakka og láta þá uppfærast sjálfkrafa. En hins vegar er annað sem getur komið fyrir út af þessari öru útgáfu af Node.js er að við erum með eitthvað verkefni sem við vorum að vinna í fyrir einhverjum árum eða erum að vinna fyrir í núna og þurfum að skoða aftur eftir nokkur ár að þá erum við í raun í annarri útgáfu. Við erum að vinna eitthvað verkefni sem það er útgáfu 12 en núna er útgáfu 16. Við erum að vinna í útgáfu 16 eftir 4 ár þegar það er kannski komin útgáfu 20 og þá þurfum við einhvern veginn að geta skipta milli og þá eru til tól sem eru bæði fyrir Mac og Linux sem heitir NVFM eða NVFM Windows fyrir Windows sem er þá Node Version Manager sem leyfir okkur að skipta hratt og örugglega á milli útgáfna. En þegar við erum búin að setja Node.js þá fáum við aðgang í skilin okkar eða í terminal að Node forritinu og ef við keyrum það til þess að keyra eitthvað forrit þá notum við í raun forrit.js til þess að keyra það forrit eða ef við viljum keyra án þess að keyra forrit þá getum við keyrt bara Node og þá fáum við aðgang á þessu repli en repli er þessi read eval print lúpa þar sem er lesið úr terminalinu það er evaluatað af keisluumhverfinu og síðan er prentað út niðurstaðan og þetta er í raun endurtekið í lúpu og þetta getur verið hjálplegt til þess að prófa okkur áfram með jafnvel debugga kóða sem við getum komist inn í þetta repl í keyrandi kóða. Við getum síðan hætt í þessu með því að nota Ctrl+C sem sendir interrupt signal til forritsins og lætur það hætta. Í Node eins og í Vavra þá höfum við aðgang að console hlutnum og við getum notað hann til að skrifa út skilaboð. Ef við notum þá console log þá skrifum við í þetta standard out og bætum við new line í lokin. Og þetta er þá eins og að nota console log í Vavra nema þar skrifast það út í console sem hefur verið aðgengilegt í gegnum developer tools. En við getum líka skrifað út í standard error með því að nota console.error og svo getum við nota allar þessar aðgerðir sem hægt er að nota sem eru á console hlutnum. Þannig að við getum sett svona og svo getum við keyrt forritið okkar og þá fer þetta hérna pípar því sem fer út í ekki error í output, í standard in, í standard out segi ég, og þetta hérna fyrir í aðra pípuna sem er þá fyrir standard error. Ef við skoðum þá aðeins hvernig þetta er sett upp hérna, þá förum við hérna inn á nodejs.org og við sækjum hérna LTS útgáfuna og hún fer bara hérna fram og við sækjum hana og keyrum hana upp og þegar það er komið þá getum við farið í konsól hérna, við getum keyrt Node og við getum keyrt _wav til að sjá hvað útgáfu, nú er ég á útgáfu 14 en þá er ég líka með uppsett NVFM og ef ég keyri það hérna þá fæ ég einhver alls konar upplýsingar þannig að ég get gert hérna NVFM use 16 þá hoppar það yfir í útgáfu 16 og Node og þá get ég prófað aftur og gera Node
WAF þess að sjá ég komin í útgáfu 16 og svo fekk ég líka NPM með þessu og ég sjá það að þetta er sama hérna og uppsett en nú 16.13 ekki hérna þannig það komin nýjasta útgáfa og þá get ég gert hérna NVFM install 16 og þá sótt nýjasta útgáfan af 16 eða ef ég þyrfti að sækja einhver eldri útgáfu þá get ég gert það hérna og þá sækir NVFM þetta fyrir mig og leiðir mig síðan að skipta á milli. En ef ég opna replið þá fæ ég hérna og þá sé ég hvað og þá get ég skrifað hérna út console log, halló heimur og þá skrifast það út. Svo ger ég hérna, þá ger ég hérna til þess að hætta og þannig get ég notað og keyrt þetta repl og séð að ég sé mér þetta útgáfu af Node uppsett.